Já, komið sæl og blessuð. Við getum þakkað þeim sem börðust á undan okkur framsýnum verkalýðs, forkólfum og hetjum að á morgun frídagur og þá minnumst við þess að réttindi launafólks eru ekki sjálfsögð. Það þarf yfirleitt að berjast fyrir þeim og mörg okkar fara í kröfugöngur eða halda upp á daginn með einhverjum hætti. Ég sjálfur að hugsa að gera það. Ég búinn að ná sambandi að ég hygg við Húsavík hér á Zoom. Ef allt gengur upp þá Aðalsteinn Árni Baldursson, kallaður Kúti, hjá Framsýn, formaður Framsýnar stéttarfélags á línunni. Heyrirðu í mér, Kúti? Já, ég heyri bara ágætlega í þér. Þó sé langt á milli okkar, þá bara sambandi held ég bara í besta lagi. Ljómandi gott. Sæll og blessaður, gaman að sjá þig og heyra. Verður mikið dýrðir á Húsavík í tilefni af 1. maí á morgun? Já, við höfum alltaf lagt mjög mikið upp úr þessum degi alla tíð og ég man eftir því þegar ég tók sem formaður 94 þá hafðu svona gömlu hetjurnar mínar sem voru mínar fyrirmyndir áhyggjur af því að með mér myndi þetta kannski svona dala, svona þegar það tækju yngri menn við því þetta var svo stór og mikill dagur en þetta situr enn í mér og við höfum alltaf frá þeim tíma lagt rosalega mikið upp úr þessum degi og svona ég held bara hreinlega svona hlutfallslega hafi náttúrulega hér hátíðin í gegnum tíðina verið langt fjölmennust. Við erum að fá svona í dag svona 400 manns, já kringum 400 manns og samkomu sem höldum hér í félagsheimilinu eða á Fossá til Húsavík í dag en vorum upp í Íþróttahöll þar sem vorum að fá upp í 900 fyrir COVID en með COVID þá dalaði svona félagslegur áhugi verulega en já, ég hugsa að við verðum með flotta dagskrá klukkan 2 á morgun á Fosshotel og ég reiknum með fullu húsi. Frábært. Hvernig atvinnuástandið í þinni heimabyggð? Atvinnuástandið svona, almennt hjá þeim að fundi í gærkvöldi. Það sem þeir tala að það vanti iðnaðarmenn í flest störf og það svona, það má segja að atvinnuástandið hafa bara verið með miklum ágætum en hins vegar ber að geta þess að félagssvæðið okkar mjög stórt. Það nær frá Raufarhöfn og inn að Víkurskarði og eða Vaðlaheiðargöngum. Ég með Mývetningana og þína sveitunga og Kópasker, Raufarhöfn, Húsavík og allar sveitirnar. Þannig að svona almennt séð hefur atvinnuástandið verið með ágætt en það eru ákveðnar blikur á lofti og heims ófriður, hann fer ekkert fram hjá okkur og ég held að hann eftir að býta okkur bara verulega á þessu ári. Geturðu kannski aðeins sagt okkur meira þessar blikur á lofti og heims ófriðin, hverju það gæti ógnað? Já, ég er bara að sjá það geti bara ógnað almennt sölumálu hjá fyrirtækjum í sjávarútvegi. Það alveg ljóst að ferðaþjónustan mun gjalda fyrir þetta og við erum þegar farnir að fá spurnir af því og fólk farið að leita til okkar sem fær ekki fulla ráningar eða það verið að draga úr ráningum hjá fólki í ferðaþjónustu og það einn stór maður sem herra Trump sem að hafa þessi áhrif og svo náttúrulega höfum við bara líka mikla áhyggjur af öllu ferðaþjónustunni og sjávarútveginu og svo höfum við líka mikla áhyggjur af iðnaðinum. Því það vitamál að hér stórt fyrirtæki sem heitir PCC, mikilvægasta fyrirtæki á svæðinu miðað við svona umsvif og að auðvitað hefur það áhrif að Rússar eru að dæla ódýrum kolum yfir til Kína og Kína í samkeppni við íslensku stóru verksmiðjurnar. Þannig að ég held að við komum til með að sjá á næstu vikum og mánuðum bara ansi mikla erfiðleika. Ég óttast það. Já, þannig að menn sigla svona inn í hátíðin á morgun með ákveðnar áhyggjur en þið hafi verið að bera víurnar í niðurdælingu koltvísýrings. Hvar stendur það mál? Það rétt að það hefur verið þannig að það var fjölmennur íbúafundur hér daginn á vegum Carbfix og Norðurþings og ég var beðinn að stýra þeim fundi þannig að ég var á þeim fundi og fullt hús og komu þar fram mjög gagnlegar upplýsingar og það bara þannig með okkur og ósköp eðlilegt að þetta framandi og það eru bara mjög skiptar skoðanir
þessar áætlanir og fleira. Það einhvern veginn þannig að við erum rosalega svona, þetta svona heitt svæði eða þetta svona flott svæði hvað varðar að við erum hér með gríðarlega mikið af orku og sterkt samfélag. Þá við erum með hérna náttúrulega jarðvarma virkjanir og við erum hér með stóra virkjanir, bæði eins og í Kröflu og Þeistareykjum og svo náttúrulega minni í Laxavirkjun, þannig að við erum svona með mikið af grænni orku og hérna það svolítið sótt í þetta og jú, það rétt að Carbfix og hérna og fleiri aðalar hafa verið að svona að hérna skoða það að koma með hér framleiðslu eða starfsemi en þetta allt svona bara á byrjunarstigi og menn eru bara að velta þessu á milli sín og það bara óvíst hvað verður úr þessu frekar og eins og með annað. Já, og eins og þú segir svona skiptar skoðanir og meðal íbúa þetta líkt og hefur verið náttúrulega á öðrum stöðum sem rætir hafa verið. Já, það bara þannig og menn bara hlusta umræðina en það svona, það sem eina sem manni finnst oft svo slæmt það að ég búin að vera að kynna mér það mjög vel og setja fundi og lesi mig til og allt þetta. Mér finnst bara að það bara við ráðum ekkert við það á þessum miðlum sem menn geta tjáð sinn og menn eru náttúrulega að tjá sig hitt og þetta og hafa ekki hugmyndu hvað að tala og skella hinn og þessu fram og það bara skemmir fyrir hvort sem þetta gáfulegt eða ekki gáfulegt. Ég bara vildi óska þess að maður geti stjórna umræðinu þannig að menn væri svona vandaðir í skrifum heldur en að bara skella öllu fram. Ég kalla svolítið eftir því eins og margir aðrir. Ertu að segja hinn blaðrandi stétt og við fjölmiðlarnir erum náttúrulega stór hluti hennar að hérna það sé stundum vík á milli vina? Já, og það bara þannig og það bara sama hvað við erum að tala og erum að ræða. Það skiptir máli bara hvernig haldið á þessu og talandi fjölmiðla. Auðvitað fylgist ég mjög vel með fjölmiðlum og auðvitað eru svona áherslu fjölmiðlana mjög mismunandi og við sjáum það í mörgum málum að það eins og menn sé ekki búið í sama landi en þar kemur inn pólitík og stefna fjölmiðlana. Já. Það er bara þannig. Og meiri polarisering held ég fram. En þú nefndir áðan árið 1994 og manni finnst stundum eins og þú hafi bara verið alla þína hunds- og kattartíð í forsvari fyrir verkalýðsmál og þegar ég vann fyrir norðan ég held að það hafi verið aldarfjórðungur þá hérna vorum við oft að spjalla þú varst þarna formaður fiskvinnslufólks til fjölda ára og svo það verkamannasambandið, starfsgreinasambandið og varst formaður fiskvinnsludeildar sambandsins og þinn grunnur almenn fiskvinnslustörf en ekki orðið ansi lítið eftir af fiskvinnslu og sjávarútvegi í Húsavík á Húsavík afsakaðu miðað við það sem var? Jú. Það þú kemur nú láttur inn á eitt mjög heitt mál að það sem að ég vil alltaf segja minn grunnur þessi að þegar ég byrja að vinna á vinnumarkaði eftir ég útskrifaðist frá í dag heitir þetta Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri að þá hef ég unnið í fiski og gegnt þar störfum eins og það að vera þar lengi trúnaðarmaður starfsmanna. Þarna voru að vinna 150-200 manns í deildum fiskjusamlags Húsavíkur og ástæðan fyrir því að ég fyrir í það starf sem ég í dag það að ég hvattur áfram af mínu samstarfsfólki í fiskvinnslu sem að taldi á sig tróðið svona launanlega séð almennt á Íslandi og þá fer ég að skipta mér verkalýðsmálum sem enda með því að mér eiginlega bara sparka út úr að mínum félögum út úr frystihúsinu og sagt bara farðu og farðu að vinna fyrir okkur. Já. Og það eiginlega upp að því að ég gerist formaður í stéttarfélagi og var náttúrulega lengi vel alltaf yngstur í hreyfingunni, það 20 ára eða 30 ára hvað það var, þá var ég alltaf yngstur en sem betur verið í dag náttúrulega konir öflugt ungt fólk í þetta sem í stjórnunarstörfum og að margir hverju að gera bara frábæra hluti en þú spyrir náttúrulega út í sjávarútveginn og það náttúrulega ákveðin sorgarsaga hér. Hér öflugt fyrirtæki sem ég ætla ekki að gera lítið úr sem heitir GPG, rekur hér myndarlega fiskvinnslu á Húsavík og Raufarhöfn og mínum að gera frábæra hluti, eða góða hluti en hér áður fyrir var náttúrulega fiskvinnsla Húsavíkur sem var þessi stóri vinnustaður með útgerð og bolfiskvinnslu og rækjuvinnslu og síldarniðurlagningu og skreiðarvinnslu og saltfiskvinnslu og aðgerð á fiski og ég var tími mitt löndunarstjóri þannig að þetta fór.
Eru þið nú í hópi þeirra íbúa Íslands sem einmitt rifja upp liðna tíð í ljósi þeirra átaka sem eru á milli SFS og löggjafans, meiri hluta ríkisstjórnarinnar? Já, sko það er nefnilega enn og aftur sem ég nefndi á hann, ég kalla alltaf eftir þessari einhverju vitrænni umræðu þetta en hvort að ég með hana, ég lægt aðrum að dæma það en auðvitað, ef ég byrja bara á þessu veiðigjöldum þá hefði ég vilja sjá það að ríkisstjórnin myndi nú setjast yfir þetta og gaumgæfa þann þol útgerðarinnar og ég veit að hún þoli meira heldur en að það sem hún hefur verið að greiða. Hún á að greiða meira til samfélagsins að þessari samfélagi auðlind sem er fiskurinn í sjónum. Það er bara þannig en mér fannst þau vaða áfram af því að það er þannig að 80, 70, 80, 90% af þjóðinni vill bara að útgerðin borgi meira en svo bara spurningum þetta þanþol og ég vilja sjá það að það væri meira sest í meiri vinnu á þessu skellt fram. Pólitískt er þetta vinsælt með að fá atkvæði út af þetta en mér finnst þetta ekki góðu vinnubrögð. Ég gagnrýni þessi vinnubrögð að menn skuli ráðast í þetta með þessum hætti því að þetta er aukið skattheimta á landsbyggðinni, þetta veikir byggðirnar þar sem er sterkur sjávarútvegur fyrir og það má ekki gleyma öllum þeim litlu útgerðarmönnum og fiskuslum sem eru berjast að það er ekki allir sem að græða á tá og fingri eins og stóru fyrirtæki sem að rata reglulega í fjölmiðla með arðgreiðslur og hitt og þetta. Það er bara ekki þannig og líka er fyrst núna að koma fram að það standi til að skila þessu eitthvað til sjávarbyggðarna sem eigin hlut en ég vilja hafa þetta miklu meira unnið og betur unnið af stjórnvöldum og mér finnst þetta ámælisvert en svo koma hinum, það er að segja útgerðinni að útgerðin náttúrulega hefur spilað rassinn og buxunum með allir þessari auglýsingaherferð og vissulega er það þannig að þar sem að útgerðarfyrirtækin hafa ákveðið að vera og efla sína starfsemi eins og er víða að þá og það er alveg hægt að halda fram þess að kemur fram í þessum auglýsingum að þetta sé allt saman með ágættum í þessum byggðarlögum Dalvík og Grindavík og fleiri stöðum og Austfjörðunum og allt það, Dalvík en það var líka hægt að snúa þessar auglýsingaherferð við og segja þetta gerðum við og eyðilögum samfélögin og þá vitna ég til þess ég sjálfur lendi því hér sem formaður í stéttarfélagi, fyrrverandi starfsmaður Fiskiðjusamlagsútvegur að hingað kemur fyrirtæki sem heitir Vísir í Grindavík, fjölskyldufyrirtæki sem fór hér og vildi borga bara vel fyrir það að komast endanlega yfir Fiskiðjusamlagið með þennan stóra og öfluga vinnustað. Ég var á móti þessu strax en ég var svo aftur beður það að slaka hans á vegna þess að þetta væri fyrirtæki og þeir lögðu fyrir mig pappíra það sem kom fram að þeir eru að efla fiskvinnsluna, þá átti að stækka húsnæðið og þá átti að auka útgerð og þeir báðu mig bara að vera ekkert að þvælast fyrir þessu og ég ætti bara að fagna því að hér væri komin aðeins sem vildi byggja upp og auka hér kvótan og allt þetta og það endaði með því að menn trúðu þessu en svannig fór að Vísir var hér í einhver 10 ár með starfsemi, þangað til þeir ákveðu bara hægt að fara og því miður var það nú líka þetta var mjög slæmt og mikið högg fyrir samfélagið en því miður var þetta 1. maí það ár sem þeir fór sem að ef maður rétt á 2014 þau sár ívast upp núna þau sár ívast upp núna Já, þau gera það og þetta var náttúrulega Húsavík og þetta var Djúpivogur og Þingeyri og þetta var afskaplega sárt og fá svo skýringar með það og það sem að tala að það kæmi það væri fólki bara flutt myndi bjóðast vinna í Grindavík þar væri tóm blokk og það var að tala að 50-70 starfsmenn var að leiðinni úr bænum og það stór hluti að þeim fór til Grindavíkur. Þannig að allt og handabandi sem tók og átti við yfirmenn Vísis tók í hendina að þetta yrði til framfara að það stóðst ekkert. Þannig að manni gremst þessi auglýsingaherferð því að þeir getur líka snúið svo við og tala upp alla staðana hringinn í kringum landi sem hafa verið nánast lagðir í rúst eftir að menn sem hafa haft yfir kvótanum að segja hafa yfirgefið svæðin. Það er bara þannig, jú, menn eru gramir og margir gramir víðum land út af því hvernig menn hafa leyft sér að fara með þessi byggðarlög. Við þurfum öll að hafa til hnífs og skeiðar og það er svona grunn þörfin og við þurfum húsnæði og
og hvernig finnst þér svona jöfnuði háttað á meðal Íslendinga í dag? Annars vegar erum við að tala það að það er náttúrulega bara þannig að það mikill ójöfnuður í landinu. En þó við eigum gott land, við eigum mikið auðlindum og getum unnið að því að jafna þetta óréttlæti sem við búum við í dag. Og það eitthvað sem við verkalýðshreyfingin í hreyfingunni erum alltaf að minna á og ég vil meina það að við sem að gera mörgulítið góðar hluti. Við höfum til dæmis komið að því að með stjórnvöldum á hverjum tíma varandi svona í kringum kjarasamninga fá stjórnvöld að borðinu með ýmsa þætti sem hafa skipt gríðarlega miklu máli. Já. Þetta ég held að við sem að ég veit að þú ert nú ættaður hér úr einnig fallegustu sveit landsins, hérna norður landi, að þá líka það þannig og staðreynd að við sem búum í hinum dreifðu byggðum búum ekkert við sömu skilyrði og þessi búi höfuðborgarsvæðinu og bara það að fara til læknis, það kostar fólk jafnvel 100.000, þá er ég að tala um ferðakostnaðar og vinnutap og annað og halda sér uppi fyrir sunnan og svo er verið að leggja alls konar kílómetragjöld á núna og það er flutningskostnaður hitt og þetta og með þeirra að sækja sitt háskólanám mestuleyti suður til Reykjavíkur, jú, til Akureyrar líka en þetta er orðið rosalega mikill baggi allar þessar álögur sem leggjast á okkur sem að veljum að búa annars staðar en í 101 Reykjavík. Já, þú myndir kannski vilja fá einhver skattafríðindi eða eitthvað sem að til dæmis Norðmenn og fleiri þjóðir hafa gert til þess að hvetja fólk og umbuna því í rauninni fyrir að búa út á landi því að það er mjög mikilvægt fyrir samfélag eins og Ísland að hér sé byggð sem dreifðust. Já, allavega það er á meðan það er þannig að það er tekið af okkur þjónusta. Það er tekið eins og hér gerist fyrir nokkrum árum á þessum stað hér sem ég bý á og fleiri stöðum að það var til þess bara lokað á fæðingardeild, það var lokað á skurðstofu og sagt ok, við erum að hagræða, segja stjórnvöld og ríkisstjórnin eða fjármálaráðherra en á sama tíma verði þið bara sækja þetta annað og þá er eftir að koma til mótsjöð þann mikla kostnað sem leggst á fólk að þurfa að fara eitthvað annað, skilur. Þannig og bara það að ég hef verið mikill baráttumaður fyrir samgöngum og að því að það er mikið að fólki hér og út allt land sem þarf að fara suður til dæmis í geislameðferð í hverri einustu viku frá mánudegi til föstudags. Ég hef verið mikill hvatamaður fyrir flugsamgöngum milli til dæmis Húsavíkur og Reykjavíkur og ég fór ekkert fyrir löngu síðan að fundra á þeirra og fekk tíma og fór suður og flög frá gegnum Akureyri og ég borgaði 100.000 krónur fyrir flug með hann fram og tilbaka og svo búið að bæta við þessum endalausu sköttum. Jú, það kostar í Vaðlaheiðargöng, síðan er búið að taka upp nýjan skatt og að því að sjálfstæðismenn hafa alltaf talað að þeir sé að móti að hækka skatt en það er skattpíning í gegnum Ísafjarðarbæ að þurfa að borga fyrir það að leggja bíla á Akureyrarflugvelli og svo aftur í Reykjavík að vera með bíl þar til notkunar og svo heyrði maður ráðuneytinu og þar þurfti maður að borga í gjaldmæli þannig að þetta skilur að borga og svo flugið kostaði 100.800 krónur. Það er rosalegt. Þetta er þarna verður ég bara að vera að hitta ráðherra en í öðrum tilvikum þá erum menn að fara til læknis og það er bara sambarlegt og sé búið að fjölga hér þáttöku ferðum upp í 4, það var lengi yfir 2. Það var eitt baráttumáli sem ég var með í gegnum hreyfinguna og verkalýðshreyfinguna. Það var að fjölga þessum ferðum fyrir fólk sem býr fjarri Reykjavík. Já. Þetta er svakalegt og ég kannast alveg við þetta frá þeim tíma sem ég bjó fyrir norðan að það falla til ótrúlega margar auka krónur í kostnað við það einmitt. En maður tala ekki ef eitthvað er ef fólk þarf að sækja sér læknisþjónustu suður eins og þú ert að nefna og sumpart er erfiðar að ræða þetta í þessu landi af því að hér er bara eitt stórt borgarsvæði. Til dæmis í Noregi, svo ég fara aftur þangað, þar eru margar borgir, margar stórar byggðir og þar er umræða landsbyggðirnar með allt öðrum hætti en hér. En Kúti, við erum að velta fyrir okkur að hefja hérna reglulega þátt, vera kannski einu sinni í viku með þátt sem verði svona einhvers konar fréttir vikunar eða hvað er að gerast úti á landi og ég vonast til þess að þú getur verið með okkur svona á línunni við og ég líka ánægður með það að sjá þarna að það eru allir dagar baráttudagar, ekki bara 1. maí, morgundagurinn er ekki eini baráttudagurinn, það eru allir dagar baráttudagar segir þarna sé ég í rammanum hjá þér. Já,
Það er nefnilega sko, það eins og ég alltaf veist, það eitthvað sem þú veist við þekkjum að við ætlum að fara í átak, við ætlum að leggja af, við ætlum að fara í átak, við löpum í 5 daga og svo átakið búið og við bara nennum ekki lengur og það eins með þetta sem ég að minna á að 1. maí á morgun og hans verður minnst við land og menn að það berja sig á brjóst og tala mikilvægi ýmsa, bara þau mál sem mann verður hugleiki en ég vil bara minna það með þessu skjali eða með þessari auglýsingu eða með þessu plakati að allir dagar eru baráttudagar. Það bara þannig. Það ekki þannig að menn leggja niður vopnin sko alla hina dagana. Heldur fyrir mér eru allir dagar eins og þarna kemur fram að þú ert að vitna í baráttudagar og ég bara minna á það. Þetta eilíðar barátta og þú nefnir landsbyggðin og annað. Ég það með fúsum og frálsum vilja því að mér finnst í fjölmiðlum okkar hlutskipti ekki oft verða merkilegt. Það að segja bara við hvað við búum og við þurfum alltaf að geta komið okkar skoðum á framfæri. Já, sjónarhorn. Hvort sem það auki aðgengi að heilbrigðismálum eða bara flutningskostnaður öðru. Ég finn það alveg þegar ég að tala þessi mál. Svona í blöðum eða fjölmiðlum og þá rignir alltaf í manni mjög jákvæðum póstum þar sem bara verið að þakka fyrir þetta, að nefna þetta. Því þessi umræða má ekki gleymast og tapast. Það ákveðið ójafnvægi í umræðinu vegna þess að það skekkja í því hvernig við dreifumst svo margir á sömu hundaþúfunni að margir dæma það í staðans að reyna að skilja að sjónarmið eru ólík eftir því hvort þú býrð út á landi eða hér á höfuðborgarsvæðinu. Það verður eitt af svona þemum þáttana held ég að það þarf að uppfræða bara okkar eigin landsmenn aðeins betur það að það ekki endilega gott fyrir samfélög að sjá allt með glerugum Reykvíkingsins. Já, og það líka annað, það þannig að manni leiðist að þurfa að vera að væla. Ég vil ekki þurfa að væla, ég vil bara að menn búi bara við sambarilegt hlutskipti í þessu landi því að menn eru að borga allir sama skatta og hitt og þetta og það á ekki að kúa menn til þess að bæða búi út á landi og flytja suður bara því það ekki lengur bara hægt að búa utan við radíusin 101 Reykjavík þannig að við þurfum að huga þessum byggðum atvinnumálum og við þurfum að fá að vera með umræðinni. Má ekki kannski bara orða þannig að þið viljið að á ykkur sé hlustað án þess að þið séu dæmd eða fordæmd? Já. Það bara það og það líka annað, veistu, þegar ég byrja að tala þá ég svo Castro að þá tala að það kemur fyrir að mennur að fresta jólunum út hann talaði svo mikið en maður getur alltaf talað í sjálfum sér endalaust bara þetta mikilvæg þessi mitt að jafna þetta bara almennt séð Já. Húsið skilið Einmitt. Heyrðu, það var gaman að heyri þér Aðalsteinn Árni Baldursson eða Kúti eins og margir þekkja þig við hér á Samstöðinni sendum bara albestu baráttu kveðjur fyrir ekki bara morgundaginn heldur daginn í dag líka og daginn eftir 1. maí og við höfum eftir að heyrast á næstu dögum varðandi þetta sem ég var að skjóta til þín með fréttir vikunar út á landi. Vertu blessaður í bili, kallinn minn. Já, takk fyrir þetta bara og megi allir bara njóta dagsins morgun áfram við. Já, alltaf gott að heyra í fólki sem býr ekki hér á höfuðborgarsvæðinu því það hefur aðra sögu og aðra sýn af heiminum heldur en við hinn en dagskráin ekki lokið, ekki fara langt. Við förum í aðra sálma hér eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. leigjendasamtökin.is